Ég kem hérna að heimsækja ykkur af því að ég frétti bara að þið væru stórkostleg. Þið væruð að gera svo mikið og væruð eiginlega bara svona fyrirmynd kannski annarra bænda í, hvað ég sagði, æðruleysi og kannski dugnaði ef ég oflofa ykkur ekki. Það er margt sem ég langar að spyrja ykkur Ég ætla aðeins að byrja á, kannski, fólk þekkir ykkur aðeins hérna frá síldardauðanum, eða síldarævintýrinu, hvað er þetta að kalla? Þegar Kolgrafafjörðurinn fylltist af síld. Eru þið alveg búin að jafna ykkur eftir það? Já, við erum lengur búin að jafna ykkur á því. Það var ekkert mál. Svo tekur bara við einhver önnur ævintýri. Við bíðum eftir þeim spennt. Það er öll síld farin og ekkert, það voru engar varanlegur skaði af þessu? Nei, ekki nema bara að þetta var unnið bara mjög vel og gengið frá þessum hlutum og þetta er bara búið. Þið sýnduð ákveðið svona æðruleysi. Ég held að þjóðin hafi aðeins hrifist með af ykkur þarna á þessum dögum eða mánuðum eða hvað stóð þetta lengi yfir? Þetta voru sennilega 3 mánuðir í heild. Já, með náttúrulega öllu mokstrinum og öllu því þá voru þetta sennilega 4-5 mánuðir með öllu, hreinsunin og hreinsunarstarfið og allt í kringum þetta, þá var það örugglega í kringum það, 5 mánuðir. Já, það er nú svolítið æðruleysi í þetta, að fá þetta svona alveg beint. Var þetta ekki allur fjörðurinn hérna bak við ykkur, alveg bara snesafullur? Jú, meira og minna, þetta voru náttúrulega að mér minni 60.000 tonn af síld og þetta er nú svo sem bara tölur sem kannski erfitt átta sig á nema maður sjái magnið. En þetta þekur náttúrulega einhver nokkra fótboltavelli af síld og þetta hefur verið svona kannski, örugglega upp undir 1,5 meter upp fyrir hné þegar maður óð út í síldartorfuna. Þetta bara gekk yfir og við höfðum gott fólk með okkur og allir vildu starfa með okkur og við fengum alla með okkur og það var ekkert annað hægt en að vera jákvæður. Fenguðu algjörna viðbjóð á síld? Hafið þið borðað síld á jólunum síðan? Ég borðaði ekki síld þarna í kringum jólin þessi jól en jólin eftir alveg ekkert mál. Talandi æðruleysi, ég frétti að þið hefur farið í Ameríkuför, er það ekki, alveg í 5 vikur. Það er ekki mjög algengt að bændur og kúabændur geri slíkt. Voruð þið ekki hrædd við að láta drauminn rætast? Nei, við tókum bara ákvörðun í nóvember og keyptum okkur flugmiða til Bandaríkjanna. Og svo leið bara tíminn og við vorum saliróleg og vorum alltaf að plana að fara og hvert við ætluðum að fara og hvað við ætluðum að gera. Og svo fekk ég þessa snilldar hugmynd sem er með þetta snapp. Setti fyrirspurn á ungu bóndi snappið og spurði að því hvort það væri einhver til. Og ég fekk alveg leið svörin og við fengum alveg frábæra mannesku til okkar, Hanna Maríu. Og mér skilst að hún hefði staðið sig með prýði hér á meðan að þið voruð úti. Já, ég held hún hafi alveg slegið okkur við, hún er mikið betri en við. Já, ég held að við fórum við komum að búinu betra heldur en það var þegar við fórum. Það er bara þannig og það eru gríðarleg meðmæli, segi ég En það má kannski koma fram með þetta þegar við fengum þessa konu til þess að lesa okkur af að við vorum nú aðeins búin að leita og við vorum búin að senda inn nokkru sinnum fyrirspurn á bændaskólanum á Hvanneyri og það sýndi því engin áhuga og við vorum svo vitlaus að við héldum að fólk sem væri að læra að verða búfræðingar hefðu áhuga á því að koma í sveit og vinna í sveit í 1 mánuð og hafa allt til alls en það var alls ekki og við vorum bara svolítið sár með það. Það var flott á ferilskrána að fá þetta á ferilskrá hjá ungum búfræðing. Þið eru svolítið bíladellu fólk, allavega annað ykkar eða ekki, með gamla ameríska bíla og svona. Var þetta svoleiðis ferð? Í og með, við erum náttúrulega bæði komið með, ég er búinn að smita hana svolítið, mér hefur tekist það og Ameríka er í mínum huga, ég elska Ameríku, það er allt svo flott í Ameríku en og sérstaklega bílarnir og dótið og það er ekkert skemmtilegra heldur en að keyra 600 hestafla græju með blæjuna niðri heldur en í Kaliforníu. Tókst ykkur það þarna úti? Já, við gerðum það. Keyrðum alla ströndina á 600 hestafla korvettu. Talandi tæki og tól, þið haldið, hvað kölluð þetta? Þetta eru einhverju verkfæradagar sem kallast hvað? Já, þetta er sem sagt hugmyndin byrjaði nú bara þannig að mér fannst kallar verða svolítið útundandi í sambandi við allar svona kynningar, topptúl og fatakynningar og alls konar. Nei, ég meina töppiver. Já, töppiver og alls konar svona kynningar sem eru
konur eru með yfirleitt og hérna, ég hugsa með mér ekki hægt að búa til einhverja kynningu fyrir kalla og þá var það nú bara þannig að góðu vinur minn verslunarstjóri í Sindra og ég bara viðraði þetta við hann og honum fannst þetta frábær hugmynd og hérna, við störtuðum þessu án bíla fyrst og svo komu bílarnir inn í þetta seinna og þetta var bara stemming og skemmtilegt og svo náttúrulega hérna, fer enginn héðan svangur, það er algjört markmið. Eitt í lokin, hérna, bændur, af hverju bændur? Já. Það kom bara upp, náttúrulega foreldrar mínir hérna, og orðnir fullorðin og veikindi og ég ætlaði helst ekki að koma hingað aftur vestur en Bjarna langaði svo í búskapi og við lögðum bara af stað og dreifum okkur þegar tækifæri bauðst þarna til þess og það komin 18 ár og við erum búin að vera hérna í 18 ár.